Já, góðan daginn. Ég heiti Varvara Voronina og ég frá Rússlandi. Ég búin að búa á Íslandi í 5,5 ár og ég íslenskukennari, túlkur, danskennari í grunnskóla og liðskautaþjálfari. Hvernig tókst þér að læra íslensku svona vel? Var þetta erfitt? Nei, mér fannst aldrei erfitt að læra íslensku. Mér fannst þetta bara gaman og ég tel mig mjög heppin að þegar ég byrjaði að vinna í grunnskóla sem danskennari strax eftir að ég flutti til landsins og ég held að þetta hjálpaði mig mjög mikið. Nú langar mig til að snúa okkur að fjölmiðlum. Nú spila þeir stórt hlutverk í lýðræðissamfélagi. Hvaða máli telur þú að það skipti að vera vel læs á fjölmiðla? Ég held það mjög mikilvægt að vera læs á fjölmiðla af því að fjölmiðlalæsi og lýðræði mjög nátengt fyrirbæri og með því að hafa þessu aðgengi að geta safna alls konar staðreyndum og upplýsingum getur búa til svona skoðun hjá fólki sem getur þá komið síðan skoða á framfæri. Nú fjölmiðla óreiðan sífellt að aukast. Hvernig telur þú að þú getur unnið gegn henni í þínu starfi? Já, sem kennari. Ég held að mjög mikið að fræða fólk til dæmis falsfréttum og eins og það nýkomið gervigreind sem mjög vinsæl núna og mjög margir að nota. Og það alls ekki allir sem koma til landsins sem eru fjölmiðlalæs. Og mér finnst það mjög mikilvægt að kenna að nota neti og alls konar vefsíður til að kenna hvað munurinn, hvað sem við að þetta falsfrétt eða ekki. Og gerir eitthvað að þessu í þinni kennslu? Já, að sjálfsög. Við erum að eyða hlutu að kennslustundi að bara opna ákveða vefsíður eða opna ákveða svona dæmi skilaboðum, hvað rétt og hvað rangt og skoða mjög nákvæmlega og sérstaklega þegar fólk talar ekki tungumál þá kannski gæti verið pínu erfið að sjá munin. Finnst þér fólk almennt opið fyrir þessu nemendur hjá þér? Mjög margir en alls ekki allir. Já, þegar ekki allir tilbúin að læra þetta alveg strax. Þegar nýkomin til landsins það svo mikið annað sem í gangi og stundum geti verið erfið að taka þetta. En hvernig sér þið framtíðina fyrir þér? Í fjölmiðlalæsi. Ég held að við erum að standa okkur mjög vel að fræða fólk þetta og ég held að framtíðin bjart í þessu. Takk fyrir. Sömuleiðis, takk fyrir.